bara að byrja. Góðan dag og verið velkomin á bæjarstjórnarfund nr. 1607. Fundurinn haldinn í Ráðhúsi Vestmannaeyja, 5. 13. júní kl. 17:00. Forseti bæjarstjórnar, Páll Magnússon, hefur boðað forföll og ég, Helga Jóhanna Harðardóttir, varaforseti stýri fundi í hans fjarveru og í stað Páls Magnússonar mun Anita Jóhannsdóttir sitja fundinn. Það eru 10 mál á dagskrá hjá okkur í dag, 3 almenn erindi og 7 fundargerðir til staðfestingar. Númer 1 breytingar á bæjarmálasamþykkt Vestmannaeyjabæjar. Númer 2 erindi frá sambandi sunnlenskra sveitarfélaga vegna svæðisbundinna farsældaráða. Númer 3 dagskrá bæjarstjórnarfunda. Númer 4 umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja, fundur 402. Liðir 1-4 liggja fyrir til upplýsinga. Númer 5 bæjarráð Vestmannaeyja, fundur 3216. Liður 1 umræða samgöngumál liggur fyrir til umræðu. Liðir 2-5 liggja fyrir til upplýsinga. Númer 6 fjölskyldu- og tómstundaráð Vestmannaeyja, fundur 304. Liður 1-2 liggja fyrir til upplýsinga. Liður 3 staða æskulýðs, tómstunda og íþróttafulltrúa liggur fyrir til umræðu. Liður 4 íþróttamiðstöð Vestmannaeyja liggur fyrir til umræðu. Númer 7 framkvæmda á hafnaráð Vestmannaeyja, fundur 306. Liður 1-3 liggja fyrir til upplýsinga. Númer 8 fræðsluráð Vestmannaeyja, fundur 385. Liður 1-6 liggja fyrir til upplýsinga. Númer 9 umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja, fundur 403. Liður 1 stækkun á hafnarsvæði, Brimneskantur og viðlegukantur undir Kleifum, breyting á aðalskipulagi liggur fyrir til umræðu. Liðir 2-9 liggja fyrir til upplýsinga. Númer 10 bæjarráð Vestmannaeyja, fundur 3217. Liður 8 HS veitur, hækkanir á gjaldskrá liggur fyrir til umræðu. Liður 1-7 og 9-15 liggja fyrir til upplýsinga. En þá skulum við hefja dagskrá og taka fyrir fyrsta mál fundarins sem breytingar á bæjarmálasamþykkt Vestmannaeyjabæjar. Fyrir liggur til seinni umræðu breytingar á bæjarmálasamþykkt en fyrri umræða fór fram á 1607. fundi þann 7. maí 2024. Að ræða breytingar á greinum 13, 34, 59, 60 og 61. Samkvæmt fyrirliggjandi breytingum sem gerðar eru verða fundargerðir bæjarstjórnar, nefnda og ráða eingöngu rafrænar. Aðrar breytingar snúa að uppfærslu á texta til samræmis við ný kosningalög og tilkomu nýrra reglugerðar íbúakosningar. Búið að senda breytingarnar til yfirlestrar í innviðaráðuneytinu og voru þær staðfestar þar eins og fylgiskjalið í fundargátt sýnir. Orðið laust breytingarnar. Ef fólk vill ekki tjá sig það, þá ætla ég að biðja bæjarfulltrúa sem eru samþykkir að gefa frá sér merki. Það eru 9 bæjarfulltrúar sem samþykkja. Næst tökum við fyrir annað mál á dagskrá, erindi frá samtökum sunnlenskra sveitarfélaga vegna svæðisbundinna farsældaráða. Fyrir liggur erindi frá stjórn SAS varðar stofnun farsældaráðs í landshlutanum í samræmi við niðurstöður spretthóps sem vann tillögur að útfærslum farsældaráða barna sem sitja ber á laggirnar samkvæmt 5. grein farsældalaga. Mennta- og barnamálaráðuneytið hefur lýst yfir vilja til að styðja við sóknaráætlanir landshluta með viðaukasamningi. Í honum felst fjárhagslegur stuðningur til landshluta-samtakanna í þeim tilgangi að ráða verkefnastjóra sem útfæri starfsemi farsældaráða. Engar fjárhagslegar skuldbindingar felast í viðaukasamningi fyrir sveitarfélagin. SAS kallar eftir afstöðu sveitarfélagsins og umboði. Orðið laust. Enginn vill kveðja sér hljóðs þetta mál og þá ætlum við að bera tillöguna upp til atkvæða. Þeir bæjarfulltrúar sem eru samþykkir gefa frá sér merki. Það eru 9 bæjarfulltrúar og sem samþykkja og ég ætla að lesa bókun bæjarstjórnar sem fylgir niðurstöðunni. Bæjarstjórn Vestmannaeyja telur mikilvægt að Vestmannaeyjabær taki þátt í svæðisbundnu farsældaráði í landshlutanum. Bæjarstjórn samþykkir fyrir sitt leyti gerð viðaukasamnings við sóknaráætlun til 2 ára sem felur í sér heimild til að ráða verkefnastjóra í landshlutan enda fylgir því engin kostnaðarauki fyrir sveitarfélagið. Þar sem Vestmannaeyjabær annað 2 sveitarfélaga sem hefur verið leiðandi í innleiðingu farsældalaga sem frumkvöðla sveitarfélag mætti gjarnan horfa til þess að umræddur verkefnastjóri verði staðsettur í Vestmannaeyjum.
Þá tökum við fyrir þriðja mál á dagskrá sem dagskrá bæjarstjórnarfunda. Lagt til að eftir sumarfrí flytjist bæjarstjórnarfundir sem vanalega hafa verið seinnipart á fimmtudögum yfir á miðvikudaga klukkan 14:00. Dagskrá næstu bæjarstjórnarfunda voru senda með gögnum og hafa oddvitar allra listra í bæjarstjórn staðfest fundaráætlunina og breyttan tíma. Orðið laust. Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Já, við höfum nú þegar verið að flýta bæjarstjórnarfundum frá 6 til 5 og tel ég það hafa gengið þokkalega vel að flýta fundunum þannig að við séum búin fyrr og séum sérstaklega þessum löngum fundum ekki langt fram undir miðnótt. Hins vegar þá hef ég haft ákveðnar áhyggjur af því að vera að flýta bæjarstjórnarfundum of langt inn í dagvinnutíma og láta það hefjast fyrir daginn og fyrir því eru svona ýmis rök. Það er kannski auðvitað eins og við vitum að þá sinnum við öll mismunandi störfum, komum frá ólíkum stéttum og störfum og höfum kannski svona misjafna möguleika á því að hliðra okkar störfum til þess að sinna bæjarstjórnarstörfunum. Auðvitað eru líka bara bæjarfulltrúar ýmsir hverjir þjónustuveitendur í samfélaginu, þannig að í ekki stærra sveitarfélagi þá getur það alveg haft áhrif og ekki síst þegar að bæjarfulltrúarnir eru þeim mun fleiri. Þannig að umrædd breyting gæti gert svona hinum almenna íbúa erfiðara vik að sinna störfum sínum og kannski myndi krefjast meiri sveigjanleika og skilnings frá yfirmönnum. Þetta á auðvitað bæjarfulltrúastarfi að vera öllum mögulegt, óháð stétt eða starfan og augljósta að þessi breyting hún mun hafa einhver áhrif. Auðvitað erum við samt sem áður núna erum að samþykkja fundaáætlun fyrir okkur. Við erum að samþykkja fundaáætlun í ákveðin tíma og auðvitað er þetta kannski svona til ákveðna reynslu eða eðlilega erum við að skoða það hvernig þetta reynist eins og hefur verið gert með þennan 5 tíma. Þannig að já, þetta er svona, ég er kannski líka svolítið svona íhaldssamur tréhestur og kannski svona svolítið erfitt með að færa mig úr svona mjög formföstum tímum en að sama skapi þá er líka bara mikilvægt að við sjáum hvernig þetta þróast. En svo er líka kannski annar punktur sem að ég hef líka svona allavega haft áhyggjur af og það væri kannski áhugavert að skoða í kjölfarið. Að það er auðvitað ef við erum að hafa þetta fyrr daginn að þá gerir þá inn á dagvinnutíma að þá gerir það auðvitað svona hinum almenna bæjarbúa erfiðara vik að fylgjast með bæjarstjórnarfundum í rauntíma. Þannig að það væri kannski svolítið áhugavert að taka eftir þessa fundalótu svona einhverja greiningu á því hvort að við séum að sjá að fundunum sé eða áhorfi á fundina sé að hnigna eða ekki. Það væri kannski bara áhugavert að skoða það. En auðvitað er líka ákveðin hagræðing sem felst í þessu og hagkvæmni bæði fyrir stjórnsýsluna þar sem þetta verður þá kannski fyrst og fremst á allan fyrr daginn og ekki eins mikið á kvöldin og auðvitað svona fyrir hið hefðbundna fjölskyldulíf þægilegra. En auðvitað er náttúrulega kannski ekki bara allir sem að stjórna sínu vinnutíma sjálfur. Eins og fyrir mig persónulega þá er þetta auðvitað, ég er minn eigin atvinnurekandi og maður getur hagað sinni vinnu eins og manni hentar en það eru auðvitað ekkert allir í þeirri forréttindastöðu. En auðvitað eins og ég sagði, bæjarstjórn hvers tíma ákveður sína fundaáætlun, tímasetningar og staðfestir þær og auðvitað er hægt að breyta því til hliðar síðar eða eftir því hvað hentar hverri bæjarstjórn fyrir sig. Að því sögðu að þá vil ég líka bara þakka fyrir það samstarf sem var gagnvart ákvörðun þessara tíma og tekið var tillit til óska minnihluta. Þannig að já, ég ætla ekki að hafa og mun samþykkja þessa fundaáætlun, ekki að hafa fleiri orð það. Takk. Takk fyrir Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Íris Róbersdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, já, ég held að það sé mjög jákvætt skref að þessi bæjarstjórn ákvað að flýta fundunum til 5
og ég held líka að það sé jákvætt skref að það sé verið að færa það inn á dagvinnutíma og fór nú svo sem bæjarfulltrúi Hildur Sólveig Sigurðardóttir bæði yfir kosti og galla í hennar huga og allar tímasetningar hafa kosti og galla og í mínum huga eru fleiri kostir við þessa tímasetningu heldur en gallar. Við eigum það til að vera á mjög löngum fundum, það stundum erfitt að taka þá í lok vinnudags og þá vinnudagurinn kannski orðinn mjög langur hjá öllum. Það alveg ljóst að það ekki allir sem vinna hjá sjálfum sér en það nú eiginlega lagaskylda atvinnurekanda að hleypa fólki í þessi störf sem snýra því að vera bæjarfulltrúar og bæjarmála samþykktin okkar þannig að bæjarstjórnarfundirnir eru ákveðnir með fundaráætlun árfram í tíman og það bara þessari bæjarstjórnir í lófalagið að breyta ef það gengur ekki og svo fannst mér vantar reyndar eitt hér í upptalninguna áðan að það eru kannski meiri möguleikar fyrir ungt fólk að taka þátt með að bæjarstjórnarfundirnir eru kannski bara á tíma þegar börnin í leikskóla, yngstu börnin. Fólk sem á kannski ekki bakland og erfitt með að fá pössun síðdegis. Þannig það ýmislegt en það eru kostir og gallar við allt en þetta jákvætt, þetta felur í sér ákveðna hagræðingu gagnvart umsýslunni í kringum fundin og mér finnst bara mikilvægt að þetta sé reynt og svo það náttúrulega líka kannski þannig að ég held að við eigum svolítið að horfa til þess að við erum ekki að breyta bæjarmála samþykkt og festa fundartíma sko. Við erum bara ákveðan 12 fundi fram í tíman og það hlýtur að vera hægt að mæta þeim sem sita hér og eru í bæjarstjórn Vestmannaeyja þegar þú fer til vinnuveitanda með áætlun sem heilt ár fram í tíman og þetta eru mestalagi 12 fundir. Ég get ekki ímyndað mér að það sé vandamál hjá neinum að gera það og ég bara ánægð með það að við ætlum að reyna þetta. En varðandi áhorfið þá held ég að bæjarfulltrúum þurfi nú ekki að ágjöra því að við séum að slá neinn áhorfsmet þó við séum síðdegis. Ég held að sé nú frekar ef einhverjum leiðist í vinnuna hann getur haft okkur í eyrunum. En þú þarft ekki að ágjöra því, þeir eru ekki tugatal að horfa enn í dag þannig að ég held ekki að það hafi mikil áhrif. Jón Þór sem að sendur út fundin okkar getur staðfest það. Takk fyrir. Takk fyrir Íris Róbersdóttir. Fleiri sem vilja ræða þetta mál? Ef ekki, þá ætla ég að bera dagskrána upp til samþykkis og bið þá bæjarfulltrúar sem samþykki að gefa frá sér merki. Það eru 9 bæjarfulltrúar sem samþykkja. Þá almennum erindum lokið og við taka fundargerðir. 4. mál á dagskrá umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja, fundur 402. Liðir 1-4 liggja fyrir til upplýsinga. 5. mál á dagskrá bæjarráð Vestmannaeyja, fundur 3216, liður 1, umræða samgöngumál, liggur fyrir til umræðu. Innbókun fundars var svona. Hörður Orri Grettisson, framkvæmdastjóri Herjólfs OHF, kom á fund bæjarráðs og gerði grein fyrir stöðu félagsins það sem af ári meðal annars rekstratekjum og gjöldum, fjölda farþega og verkefnum framundan. Alls voru 28.491 farþegi í apríl. Það sem af þessu ári hafa 67.335 farþegar ferðast með Herjólfi en á sama tíma í fyrra voru þeir 66.810. Rekstur félagsins fyrstu 3 mánuði ársins heldur betri en áætlanir gerðu ráð fyrir. Miklir flutningar farþega og bíla í júlí og fyrir hluta ágúst. Til að koma til móts við eftirspurn viðskiptavina á þessum tíma mun Herjólfur sigla 8 ferðir á dag frá 1. júlí til 11. ágúst 2024 til reynslu. Niðurstaða fundarins var að bæjarráð takkar Herði Orra upplýsingarnar og lýsir ánægju með að sigldar verði 8 ferðir í sumar til reynslu til að mæta eftirspurn. Þeir sem vilja ræða þetta mál, Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Ég vildi bara fá að taka undir og lýsa yfir ánægju minni, taka undir með bæjarráði og lýsa yfir ánægju með þessa ákvörðun stjórnar Herjólfs fjölgun ferða og þetta sýnir enn og aftur mikilvægi þess að við höfum haft með þennan rekstur sjálf í okkar höndum og höfum þannig meiri sveigjanleika til að bregðast við aðstæðum sem þessum og til að veita aukna þjónustu þegar að svigrúm í rekstri leyfir. Þannig að ég ætla bara aftur að óska eða bara lýsa yfir ánægju minni með þessa breytingu og bara óska íbúum til hamingju með þessa þjónustuaukningu. Það er mjög ánægjulegt. Takk.
fyrir það, Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Fleiri sem vilja ræða þetta mál? Svo ekki. Þá það liðir 2 til 5 sem liggja fyrir til upplýsinga. Þá á 7. mál á dagskrá. Það fundur fjölskyldu- og tómstundaráðs Vestmannaeyja, fundur 304. Liðir 1 til 2 liggja fyrir til upplýsinga. Liður 3, staða æskulýðs, tómstunda og íþróttafulltrúa liggur fyrir til umræðu. Kynning á breytingum á starfi æskulýðs, tómstunda og íþróttafulltrúa. Starf æskulýðs og tómstundafulltrúa og forstöðumanns félagsmiðstöðvarinnar verða sameinuð og starfslýsingu breytt. Starf forstöðumanns íþróttamiðstöðvar breytist þannig að hann mun koma meira að íþróttamálum í umboði framkvæmdastjóra sviðs. Starf æskulýðs og tómstundafulltrúa verður auglýst á næstunni. Niðurstaða fundarins: ráðið þakkar kynninguna og samþykkir fyrir sitt leyti þær breytingar sem verða á starfi æskulýðs og tómstundafulltrúa og starfi forstöðumanns íþróttamiðstöðvar. Þeir sem vilja ræða þetta? Eyþór? Hildur Sólveig Sigurðardóttir? Já, forseti, bæjarfulltrúar og gestir, ég ætlaði kannski bara aðeins fá að svona forvitnast út í þessa breytingu, bara gagnvart kannski sérstaklega þeirri stöðu sem að fráfarandi starfsmaður sem að sinnti æsku og tómstundar starfsins, hvaða hlutverkum hann að fara, sá starfsmaður að fara í, og ég held að þetta sé bara jákvætt að það sé verið að skerpa á að æsku og tómstundamálunum. Ég held að það sé bara mikil ánægja örugglega með þessa vegferð, en ég myndi bara svona vilja kannski aðeins fá svona meiri innsýn inn í það hvað sá starfsmaður sem var með það og sinni könnu sé að fara, hvort það sé að hætta eða bara hvernig það allt er. Þannig að takk. Takk fyrir, Hildur Sólveig. Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Ég ætla að fá að tala stöðugildin, ekki starfsmennina. Þannig að breytingarnar eru, og það búið að koma inn í bæjarráð, breytingar á skipuritum, og það í fundagögnum og inn í fundagáttinni. Og mál var tekið fyrir, fyrst var tekið yfir skipuritið og við staðfestum það. Svo undirskipuritin tekin og það nóg að bæjarráð staðfesti þau. Og þar eru breytingarnar gerðar. Það ekki verið að auka stöðugildi hvorki á sviðinu þar sem að nýji tómstund- og æskulýðsfulltrúum verður, íþróttamálin eru færð til. Inn á þessu sviði viðkomandi einstaklingur var í viðkomandi starf var 50% og sá einstaklingur sem sinnti því var 50% á 2 sviðum. Breytingar hafa orðið á verkefnum innan sviðsins hjá stjórnsýslu og fjármálasviði. Þannig stöðugildi hafa breyst og minnkað og tilfærslur á verkefnum. Og það orðið samkvæmt skipuriti til nýtt stöðugildi sem snýr að markaðs, menninga og ferðamálum án þess að það sé búið að bæta neinu við, og við fórum nú í gegnum það að þegar viðkomandi einstaklingur 100% stöðu þá þarf ekki að auglýsa starf þegar færður til verkefni, þannig við fórum í gegnum það allt saman. Stöðugildin óbreytt á sviði stjórnsýslu og fjármála, en viðkomandi starfsmaður starfar orðið með inn á því sviði en fyrir öll sviðin, meðal annars áfram með sumarstörf, og það ýmsir þættir sem voru færðir til, en viðkomandi fékk annan starfstitil og það inn í þessu skipuriti sem að bæjarráð samþykkir, en þetta tilfærsla á verkefnum sem voru bæði á milli sviða og innan sviðsins sem eru til. Viðkomandi starfsmaður ennþá í starfi, þó ég ætla ekki til að ræða það hvort einhver sé hægt. Takk fyrir það, Íris Róbertsdóttir. Eru fleiri sem vilja ræða þetta mál? Svo ekki. Þá það liður 4 sem átti að vera til umræðu en minnihlutinn hefur fallið frá beiðni umræðu, þannig að hann liggur fyrir til upplýsinga. Þá á 7. mál á dagskrá. Það framkvæmd á Hafnaráð Vestmannaeyja, fundur 306, liðir 1 til 3 liggja fyrir til upplýsinga. 8. mál á dagskrá fræðsluráð Vestmannaeyja, fundur 385, liðir 1 til 6 liggja fyrir til upplýsinga. 9. mál á dagskrá umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja, fundur 403,
Liður 1. Stækkun á hafnarsvæði, Brimneskantur og viðlögukantur undir Kleifum, breyting á aðalskipulagi liggur fyrir til umræðu. Þeir sem vilja ræða það, Eyþór Harðarson, gjörðu svo vel. Já, fundarstjóri og forseti og góðir bæjarfulltrúar. Það er rétt aðeins að þetta er stórt og mikið mál og þessi skipulagslýsing sem var þarna auglýst kallaði á mikil viðbrögð og tuga umsagna sem voru svona á svona öllum stigum en svona virðist vera dálítið svona viðkvæmt fyrir öllum breytingum við höfnina hjá fjölda bæjarbúa. En hafnarsvæði í Eyjum þarf að þróast eins og önnur svæði til að svara þörfum nútímans. Ég hef fylgst vel með undirbúningsvinnu að þessum tillögum og tók þátt í vinnuhóp sem stillti upp þeim kostum sem eru mögulegir. Og í þessu eins og öðru þá dugar ekki að segja bara hvað manni langar í og hvað yrði flottast. Það þarf að ábætagreina hvern kost fyrir sig eins og reynt var í Efluskýrslunni. Samkvæmt Efluskýrslu og greiningum á kostnaði hinna ýmsu möguleika sem eru í stöðunni þá hafa sjálfsögðu raunhæfari framkvæmdir orðið ofarlega í umræðunni og sjónir beinst að þeim. Það er ljóst að með þeim tekjum sem Hafnarsjóður hefur í dag þá hefur stórskipahöfn út af Eyðinu ekki komið til greina sem raunhæf framkvæmd vegna mikils kostnaðar við þá hafnargerð. En þá er sá kostur álitlegastur ef tekjur og afkoma hafnarinnar myndu leyfa það, sem við vonum auðvitað að breytist í náinni framtíð. Stórskipahöfn út af Eyðinu er það sem við höfum í framboði Sjálfstæðisflokksins höfðum sem fyrsta kost í framtíðar uppbyggingu hafnarinnar fyrir síðustu kosningar og mér heyrist að önnur framboð séu á svipari línu og við séum í rauninni samtaka að það sé alltaf besti kosturinn og vonandi þróast í það. Viðnámsþróttur framkvæmdar og hafnaráðs var ekki mikill við umræður á samfélagsmiðlum í kjölfar skipulagslýsingarinnar. Strax var hörfað frá því að eiga möguleika á viðlögukanti frá Kleifarkanti að Hafnargarði, sem er að mínu mati langbesta og hagkvæmasta leiðin til að lengja viðlögukanta í höfninni. Fyrir þá sem ekki skilja hvað orðið viðnámsþróttur þýðir, þá er viðnámsþróttur eitthvað sem við getum kallað þol eða sigla gagnvart áreiti eða utanaðkomandi kvabbi. Mikilvægast í þessar umræðu er að allir kostir séu skoðaðir vel og vandlega og hugmyndir vandlega kynntar. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Eyþór Harðarson. Eru fleiri sem vilja ræða þetta mál? Íris Róbensdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ég get bara tekið undir það sem kom fram í máli bæjarfulltrúa Eyþór Harðarssonar og einstaklega ána með orðavalið hans. Hann er hrifinn af orðinu viðnámsþróttur, heyri ég. En þetta auðvitað hefur verið síðan það var farið að skoða að einhverjum, hvað ég var að segja, einhverju alvöru, 2007. Það var farið að skoða svona stórskipahöfn, kant, það er svona kallað sitt og hvað, fyrir utan Eyði. En eins og framkom hér áðan, þá er ekki bara það að það sé ekki fjárhagslega, svona að höfnin get ekki leysta fjárhagslega, þá fengjum við ekki stuðning frá hafnabótasjóði í gegnum samgönguáætlun því að það þarf að uppfylla ákveðnar kvaðir. Og vonandi með aukinu uppbyggingu förum við í þá átt, af því það er alveg ljóst að ef að við eigum einhvern möguleika á því að byggja upp stórskipahöfn utan Eyðis, þá er það klárlega fyrsti kostur held ég nánast allra hér í þessu samfélagi og líka í þessari bæjarstjórn. En við höfum auðvitað verið að reyna að leysa hlutina meðan sá kostur er ekki á borðinu, en vonandi bara breytist það. Og ég bara vil enda því að lýsa ánægju minni með þessa fínu ræðu hjá bæjarfulltrúanum hér áðan. Takk fyrir Íris Róbensdóttir. Fleiri? Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel.
forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Já, ég ætla bara að fá að lýsa yfir sérstaklega ánægju með seglu bæjarbúa í að segja skoðun sína og láta vita hvaða hug þeir hafa á þessu. Það var mér fannst bara mjög áhugavert að lesa allan þann fjölda umsagna sem að bárust gagnvart þessu skipulagi og að þetta sýnir manni bæði að það er mikill áhugi eins og hefur mjög oft verið á skipulagsmálum og þetta er auðvitað gríðarlega vandmeðfarið. En að sama skapi er okkur kjörinna fulltrúa það gríðarlega mikilvægt að hugsa að vaxtartækifærum sveitarfélagsins. En það er auðvitað tekið tillit til allavega hluta umsagna og ég hef nú komið hérna upp í ræðu áður og sagst vera einstakur náttúruunnandi hvað löngu varðar og hafi ítrekkað rekið komu mínar þangað þannig að ég get haldið því áfram á þess að það verði þarna stöplabryggjur fyrir augunum en eins og ég segi vil taka aftur fram að það var ánægilegt að sjá hinn almenna bæjarbúa taka sér til og svona lýsa sínum skoðunum og bara fagna því. Takk. Takk fyrir Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Njáll Ragnarsson, gjörðu svo vel. Háæruverður forseti. Ég bara vil koma hérna upp og taka undir það sem að bæjarfulltrúi Eyþór Harðarson sagði hér áðan í mjög fínni ræðu að við erum náttúrulega með þessa kosti í stöðunni. Við fórum yfir það í hópi sem var skipaður sem við Eyþór áttum sæti í ásamt fleirum og vegna þess að máli snýst ekki bara um það sem við viljum gera heldur líka hvað er bara raunhæft að gera og hvað er mögulegt að gera og ég held að það séu öll framboð sem hafa haft það á stefnunni að setja þessa stórskipahöfn fyrir utan Eiðið en það er það náttúrulega farsælasti kosturinn og mögulega en við þurfum að vera raunsæ hvað var það bæði kostnað og raunhæfni með þann kost og eigum að sjálfsögðu að vera að skoða þetta en annars held ég að bæjarstjórn minnst okkur þeir sem að hingað hafa uppkomið séu nú á sama máli hvað þetta varðar og bara ánægilegt að þetta haldi áfram og vinnan við þessa mikilvægu uppbyggingu hafnarinnar haldi áfram og allir kostir séu skoðaðir gaumgæfilega. Takk fyrir þetta, Njáll Ragnarsson. Fleiri sem vilja ræða þennan lið? Svo er ekki. Þá er það liðir 2-9 sem liggja fyrir til upplýsinga. Þá er það 10. mál á dagskrá sem einnig er hið síðasta og bæjarráð Vestmannaeyja fundur 3217. Liðir 1-7 og 9-15 liggja fyrir til upplýsinga. Liður 8, HS Veitur, hækkanir og gjaldskrá liggur fyrir til umræðu. Fundunum hljóða þetta svona. Farið var yfir svar umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytis við beiðni bæjarstjórnar rökstuðning og upplýsingar allar þær hækkanir sem lágu til grundvallar við samþykkt gjaldskrárhækkana HS Veitna á heitu vatni, samanber 4. mál 1604. fundar. Í svarinu kemur fram að helstu skýringar HS Veitna á hækkunum eru annars vegar verulegur taprekstur síðastliðin ár og hins vegar hækkanir hjá Landsneti og Landsvirkjun. Á grundvelli þessara skýringa hafi ráðuneytið samþykkt umræddar gjaldskrárhækkanir en bendir á að samhliða hækkunum hafi ráðuneytið hækkað niðurgreiðslu til húshitunar í Vestmannaeyjum og sé orkuverðið því sambærilegt við verð annarra fjarvarmaveitna, rafkyntra veitna hérlendis. Jafnframt kemur fram í svari frá ráðuneytinu að sundurliðaðar fjárhagsupplýsingar afkomu hitaveitustarfseminnar í Eyjum árið 2024 með og án hækkunar gjaldskrár sem voru í viðauka með bréfi HS Veitna til ráðuneytisins í nóvember 2023 verði ekki afhentar að svo stöddu þar sem HS Veitur bera því við að sé að ræða vinnugagn og viðkvæmar fjárhagsupplýsingar sem undanþegnar séu upplýsingarétti. Bæjarstjórn óskaði eftir sams konar upplýsingum frá Orkustofnun en ekki hefur borist svar frá þeim. Niðurstaða fundarins var að bæjarráð fer fram á það við ráðuneytið að fá þau gögn sem liggja að baki erindi HS Veitna frá því í júní og nóvember 2024. Einnig ítrekar bæjarráð í 3. sinn að Orkustofnun svari erindinu ellegar þurfi Vestmannaeyjabær að leita annarra leiða til að fá upplýsingarnar frá stofnuninni. Þeir sem vilja ræða þetta mál, Íris Sófusdóttir, gjörðu svo vel.
Forseti, já, mér finnst mikilvægt að við förum aðeins yfir þetta frá því þetta mál var tekið fyrir á þessum fundi. Þá hefur fyrirtækið svarað kalli bæjarráðs og fleiri aðila að halda hér íbúafund og það var haldinn hér íbúafundur 22. maí. Mér persónulega fannst hann lítið auglýstur og við reyndum aðeins að hjálpa upp á það með því að auglýsa hann á okkar miðlum hér en mér skilst að margir hafi mist af því að geta komið en þar var farið yfir svo sem allar þessar einingar, það var farið yfir dreifinguna á rafmagni, það var yfir fjarvarmaveituna, það farið yfir vatnið og allan reksturinn og sérleyfin og hvernig allt og hvað allt dýrt og allt saman þarna fram og tilbaka. En það auðvitað, sko, að því við erum að ræða hér hitann, það auðvitað afar sérstakt og það sem kom fram í máli forstjórans tengist, sko það sem tengist hitanum að það virðist vera svolítið svona villandi upplýsingar í gangi. Það auðvitað liggur gríðarlegur kostnaður í því að þegar þú ferðar skerðanlega taxtanum og það það sem að gerast, við erum ekki með samninga forgangsorku af því það of dýrt, þá hitinn okkar ennþá dýrari en það samt svona mjög óeðlilegt að við getum ekki fengið allar forsendur án þess að ég sé að halda því fram að fyrirtæki sé eitthvað að fela, þá finnst okkur þetta mjög óeðlilegt að það eina sem við fáum í hendurnar séu bréfin og óskin hækkanirnar og það sem sagt að það þarf að hækka út af þessu og þessu. En af hverju getum við þá ekki fengið gögnin á bakvið, þannig við getum kannski svolítið sýnt okkar hlutverki með því að halda við og bara koma með athugasemdir og óska skýringa. Og við höfum svona verið ósátt við það í bæjarráði og ráðuneytið hefur nú þó brugðist við og sendt okkur eitthvað. Það bara heyrist ekkert frá Orkustofnun og við sáum það nú í fréttunum og umboðsmaður Alþingis fær ekki einu sinni svar frá Orkustofnun. Þannig að það eitthvað mikið í gangi þar og vonandi bara fáum við svör. En mér langar aðeins að vekja athygli á því að ég hef líka ákveðnar áhyggjur af þessu eignarhaldi sem á fjarvarmaveitun okkar, alveg eins og vatninu, að Orkubú Vestfjarða líka fjarvarmaveita eins og hér, en Orkubú Vestfjarða hefur ekki ennþá velt inn 18% hækkuninni sem við fengum núna í janúar. Þeir keyptu olíu fyrir 600 milljónir. Við fengum hækkunina strax inn. Þeir tóku hækkunina á sig og ætla að reyna að dreifa henni og að vonast til að geta náðinu með einhverja hætti tilbaka. Og maður spyr sig, hver ástæðan? Það allt annað eignarhald. Ríkið á Orkubú Vestfjarða. Ríkið klárlega ekki að fara að gera kröfu sömu hluti og félag sem 49,9% í eigu einkaaðila. Þannig að þetta svolítið, við sitjum svolítið uppi með það að hlutirnir eru þannig að eignarhaldið annað og þá virðist öðruvísi vera farið að með skerðingar og hækkanir. Og ég mjög ánægð með og ég vil bara nefna það að hann Birgir Þórarinsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, með fyrirspurn inn í þinginu, aðeins varðandi það til dæmis hvaða fjarvarmaveitur óskoð eftir að hækka og getum við skoðað hvernig eignarhaldið á þeim. Þannig að þetta eitt af því sem við sitjum ekki við sama borð og við verðum að fá á hreint að við verðum að fara að jafna húshitunarkostnað á landinu hvort sem það hitaveita eða rafkynnt eða rafkynntar veitur, bein rafkynting eða rafkynntar veitur. En Samband sveitarfélaga á köldum svæðum sendi frá sér ályktun sem kom held ég í dag sem snýr að því að Alþingi verður að taka sér tak og breyta lagaumgjörðinni í kringum þetta þannig að okkur sé tryggð raforka bara heimilunum í landinu, okkur ekki einu sinni tryggð orka til að kveikja ljós í dag og hvað það orka til að hita húsin okkar. Þannig það þarf að tryggja hana, það þarf að tryggja flutningskerfið sem orðið ansi laskað og við getum ekki einu sinni flutt orkuna sem til staðar á Austfjörðum og dreift henni þar að því það vantar eitt tengivirki. Þannig að orkan sem umfram úr Kárahnjúkum hún bara fer út í sjó. En svo það líka annað, það verður að jafna kostnaðinn og það
þurfum við að leggjast saman og eitt þessi 23 sveitafélög sem eru í þessum samtökum og við eigum orðið samtal við ríkið, það komin skilningur á þetta en lagatekstinn varðandi að tryggja okkur aðgangarafmagni ekki tilbúin og heldur ekki búið að ná niðurstöðu úr það hvernig verður búin til þessi sérstaka gjaldskrá að því við erum skert, fjarvarmaveitur eru skertar eins og stórnotandi en fær ekki að versla eins og stórnotandi. Og það ýmislegt sem að í þessu kerfi en við verðum að ná því í gegn núna að þessu verður breytt vegna þess að rafmagni stefnir bara eina leið og það upp og húshitunarkostnaðurinn okkar vegna þess að við þurfum auðvitað að flytja rafmagn hingað, bæði dreifingin og flutningurinn á rafmagni gríðarlega dýr og þegar við þurfum að kaupa líka flutning á rafmagni og dreifingu til þess að hita húsin okkar, þá situm við bara ekki í sömu sporum og eftir þess að 80% hækkun áramótin, þá langhæsti húshitunarkostnaður í Vestmannaeyjum. Þannig það verður að taka á þessu, það skilningur eins og við höfum svo oft heyrt, en við skulum vona að það verði eitthvað gert og það okkar sveitarstjórnarfólks og ég brýndi nú fólk á sassinu líka í þetta að halda þingmönnum okkar við efnið og halda þessum hagaðilum við efnið að þessu þarf að breyta, það ekki hægt að bjóða fólki og íbúum sveitarfélag á köldu svæðum sem eru 23 á sveitarfélagum landsins upp á það að borga miklu hærri kostnað fyrir húshitun. Þetta bara ekki hægt. Takk fyrir þetta, Íris Róbesdóttir. Eru fleiri? Gísli Stefánsson, kjörsvel. Já, forseti, bæjarfulltrúar. Ég tek undir mér í sig að það stór alveg mála að það sé ekki hægt að fá þau gögn sem að þarf til þess að geta metið stöðuna raunverulega. Og ég hvet náttúrulega bara okkur sem hér eru inni og starfsfólk bæjarins og bæjarstjóra að halda áfram í þeirri vegferð að sækja þessar upplýsingar, hvernig sem við förum á því og varðandi Orkustofnun þá það einmitt mjög alveg mála, það sé erfitt að sækja þann upplýsingar og tekur langa tíma. En að því að Íris komið inn á eignarhaldið á hann, það alveg hárrétt að það náttúrulega engin leið að vita varðandi eignarhaldið þegar það eins og það að sjá fyrir sér hvað menn að hugsa. Og mér finnst það alveg sérstaklega mikilvægt að því hún nefndi hérna sérstaklega einkaaðilana í þessu að þeir eru svo sannarlega enda eru þeir náttúrulega eins og allir aðrir sem að fjárfesta, hugsa að hámarka fjárfestingu sína. En hinn aðilinn, meirihluta eigandinn, stór skuldugt sveitarfélag og þar held ég nú að arðsemiskrafan sé ekki minni. Og ef það þar að segja metnaður hjá sveitarfélaginu að rétta af sinn halla. Og ég held að það sé slæmt hjá okkur að vanmeta það líka. Ég held að það sé mjög mikilvægt að horfa til þess hvernig þeir hugsa leikinn. Og ég held að það sé ekki gott að blanda saman hópi fólks sem hefur eðlilega arðsemiskröfu og skuldugu sveitarfélagi sem hefur líka háa arðsemiskröfu í þessu dæmi. Og ég held að það sé stóri vandinn við eignarhaldi. Vildi bara koma aðeins inn á þetta. Takk. Takk fyrir þetta, Gísli Stefánsson. Fleiri sem vilja ræða þennan lið? Eyþór Harðarson, gjörðu svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Já, hitaveitukostnaður, rafmagnskostnaður, þetta búið að vera, getur sagt, hitamál í vetur í Vestmannaeyjum og barátta bara landsbyggðarinnar á köldum svæðum eins og bæjarstjóri Íris Róbesdóttir kom inn á að við í mínum huga erum við dálítið að leggja svona, vil ég að vinnan gagnvart þessum málaflokki farið dálítið í gegnum svoleiðis samtök því að þetta hefur ekki alveg kannski reynst vel hvert og eitt bæjarfélag sé að kvappa í þessu og reyna svona öskra upp í vindinn og enginn hlustar á mann. En ég held að svona samtök eins og bæjarstjóri Íris Róbesdóttir leiðir formaður í að það ætti að nást algjörlega fókusinn á það hvað þetta snýst. En í mínum huga snýst þetta dálítið þingmennir okkar eða löggjafarvaldið sem semur þessi lög
það er búið að samþykja hérna orkupakka og svo sem ekkert við því að segja, það er eitt af þessum lagabolkum sem að renna bara í gegn út af því að við erum í þessu ES, með þessum Evrópulöggjöf, háðir því að taka það inn. En ég held að okkur væri í lófa lagið að semja að menn myndu búa til einhverja gjaldskrá fyrir heimilin sem að Landsvirkjun væri bara með lögum skyldu til að láta okkur fá heimilin á einhverjum ákveðnu gjaldi sem að færi ekki upp með öllum hækkunum en við getum líka sagt að það sé ánægjuefni að rafmagn eða orkukostnaður sé að hækka í heiminum í veröldinni og það er ástæðan fyrir því að allir vilja, svona rosalega mörg fyrirtæki vilja koma til Íslands og setja upp gagnaver og alls konar rekstur út af því að orkan hérna er kannski 3 sinnum ódýrari heldur en bara í Skotlandi, Noregi, Englandi. Þannig að þetta er ósköp augljóst hverju orkuverð að hækka á Íslandi. Það er bara út af því eftirspurnin er svo mikil og það fer alltaf að vera minna og minna afgangs eins og við höfum keypt kannski skerðanlega orku, mörg fyrirtæki keypt skerðanlega orku gegnum tíðina og það var aldrei skerðing út af því að það var alltaf nóg til. Nú er sá tími bara liðinn og menn ef þeir ætla að vera í tryggum rekstri þá verða menn bara að kaupa sér forgangsorku og forgangsflutning til þess að vera ekki sem sagt á hættu að þurfa að keyra olíu til þess að halda rekstrinum áfram. En já, varðandi eignarhaldið á Hitaveitu Suðurnesja þá kannski kom bæjarfulltrúi Gísli Stefánsson inn á það að eflaust er þessi opinberi eigandi í rauninni ekkert skárri eigandi gagnvart okkur, hann vill eflaust hafa eins mikið upp úr þessu eignarhaldi eins og þessir einkaaðilar sem eiga hluti í þessu fyrirtæki og við getum alveg átt okkur á því að heita vatnið á Suðurnesjunum það er á allt öðru verði heldur en hitaveitan í Vestmannaeyjum þó það sé sami eigandi að hitaveitunum en þá er þetta allur þetta er kostnaðarmetið og þeir reikna þetta með einhverju rökum og búa til verðskrá hér sem þeir halda í rauninni fyrir sig og birta ekki þó þrátt fyrir beinina en vonandi ná þingmenn okkar að tryggja ykkur réttlæti í þessu og við verðum ekki með dýrustu hitaveitu á landinu eftir nokkra mánuði. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Eyþór Harðarson. Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ég langaði bara að árétta að ég var ekki endilega að finna að því að það væru einkaaðilar og ég veit ekki hvað er eðlilega arðsemiskrafa fyrir einkaaðila í sérleyfiskerfi en það er kannski einhverju sem vita það betur en ég er að segja að þarna er blandað eignarhald. Ríkið á orkubúið, það er einn aðili sem er talið, þarna getur hver bent á annan. Þannig það er alveg ljóst að þetta blandað eignarhald er ekki að gera það sama fyrir okkur og þegar ríkið á fjarvarmaveituna. Svo er það annað og ég tek algjörlega undir með bæjarfulltrúa Eyþóri Harðarsyni gagnvart því, það er bara gott ef að rafmagn sem að stórfyrirtæki er að kaupa er í rauninni kannski ekki gott en það er ekkert að því að það sé að hækka vegna þess að það tryggir arðsemi hérna inn til Landsvirkjunar og inn til ríkisins en það er 85% af raforkunni fer til stórnotenda. 15% er að fara til annara, cirka 57% til heimila og staðan er náttúrulega þannig, við erum ekki með þessi 15% tryggð samkvæmt lögum. Þetta eru lítil fyrirtæki og bara íbúar í þessu landi. Við erum ekki örugg með það að það geti ekki einhverju keypt eftir krókaleiðum. Við gerum ekki langtímasamninga, þessir stórnotendur gera langtímasamninga. Þeir segjast geta keypt svona mikið á þessu verði. Við kaupum bara eftir behag, eftir hvað við notum. Við erum örugglega ekkert frábær kúnni En málið er það að það verður að tryggja þetta og bara svo það sé ítrekað, ég tek undir það að það þarf að beita fleirum saman en þetta er bara staðan á raforkumarkaði á Íslandi, sérstaklega varðandi lítil fyrirtæki og heimili, er bara orðin grafalvarleg. Og við þurfum svolítið að ýta við þessu fólki sem er kosið á það á Alþingi til að gæta okkar hagsmuna. Takk fyrir, Íris Róbertsdóttir. Fleiri sem vilja ræða þennan lið? Svo er ekki.
Þá er ekki fleira sem liggur fyrir á þessum fundi og ég vil bara fá að nota tækifærið og þakka bæjarfulltrúum fyrir prúðmannlega framkoma fundinum. Ég boða til næsta fundar 11. júlí næstkomandi sem er síðasti fundur bæjarstjórnar fyrir sumarleyfi og ég segi fundi slitið klukkan 17:45.